Já, ég ætla aðeins að fjalla bóluefni og erfðabreytt matvæli. Sko, bóluefni hafa í gegnum mannkynssöguna oft á tíðum haft mjög góð áhrif. Eða semst þau hafa verndað fólk gegn slæmum sjúkdómum. Hins vegar það margt annað sem að hefur haft áhrif á bætt heilsufar mannfólks og það til dæmis bara hreinlætis, kringustæður, fólk hefur klósett, hefur pípulagnir og það hefur sápu og það eru slík atriði sem hafa líka bætt heilsumanna, ekki eingöngu bóluefni. Og þessi bóluefna umræða mjög hatrum og sérstaklega frá þeim sem eru að pússa bóluefnin eða selja bóluefnin. Þeir hafa beitt öllum lúabrögðum PR-bókarinnar sem hægt að hugsa sér og hafa meira sér gengið svo langt að saka foreldra sem eru hugsi yfir hvort það eigi að láta bólusetja börnin sín að slíkt fólk verður fyrir ákveðnum nornaveiðum, röglausum hatursáróðri, að þau elski ekki börnin sín eða velferð barnanna sinna og ég veit ekki hvað og hvað. En hins vegar eru til staðreyndir, var hér í heimildamynd í Svíþjóð, þá var fjallað unga stúlku sem tók bóluefni og drómasjúk eftir það. Og í þeirri heimildamynd kom fram að það eru staðfest 700 tilfell í Evrópu, staðfest, og þá erum við ekki að tala öll hinn tilfellin sem ekki staðfest, 700 tilfelli við gerð þessara myndar var staðfest að börn og ungmenni hefðu skaðast við þetta bóluefni. Og það berast allstaðar bara fólk sem hefur aðeins farið á interneti, það sér foreldra sem hafa orðið fyrir, eða börnum þeirra hafa orðið fyrir bóluefnaská og jafnvel dáið, foreldrar eru í örvænting á internetinu að vara við bóluefnum. Og meira að segja læknar hafa varað við bóluefnum. Það má finna mjög mikið magn af læknum sem að skilja bara ekkert í þessari bóluefna praxisöllum, þeir bara hrista á hausinn. Og það undantekningarlaust nánast að þeir sem að setja einhver spurningamerki við þetta og eru læknar og koma með læknisfræðileg rök á móti þessum aðferðum sem verður að beita í dag, að þetta fólk miskunnarlaust lagt í einelti af sínum starfstéttum og stórfyrirtækin ganga berserksgang í að rýra mannorð þessa fólks. Hins vegar heyrir fólk ekkert Fólk heyrir ekkert eins og það danskur sérfræðingur sem vann fyrir bandaríska lyfjaeftirlitið og hann eftirlýstur af alþjóðlegum lögreglu yfirvöldum fyrir svik og falsanir í þessum rannsóknum sem hann gerði í tengslu við bóluefni og fleira slíkt. Og rannsóknir hans hafa verið notaðir í 21 tilfelli af þeim 24 þegar þau bóluefni sem hann var að fjalla voru samþykkt. Og það sem athyglivert að það hefur ekkert verið tekið upp þessar samþyktir og þessir fjölmiðla fábjánar hafa ekki minnst orði á þessi atriði. Þetta fólk sem að gengur núna berserksgang í fjölmiðlum og að saka foreldra vanrækslu og hatur gegn sínum eigin börnum af því það setur spurningamerki við þessa framkvæmd. Ég sé það akkurat á hinn veginn að þeir foreldrar sem að liggja andvöku nætur yfir internetinu eða bókum eða að tala við aðra foreldra sefur ekki á nóttinni, yfir áhyggjum yfir því hvort þetta getur hugsanlega skaða börnin þeirra. Og þetta minnir bara úr slagorðin úr 1984 myndinni sem að eru stríð friður, frelsi þrældómur, heimska styrkur. Þannig verið að telja, þetta hámark heimskunar og það verið að telja fólki trúum að þetta sé eitthvað svona styrkur.
Þessi bóluefni eru full af alls konar furðu hlutum og það eru til viðtöl og staðfestingar á því að menn sem hafa unnið í þessum bólusetningariðnaði, þeir viðurkenna það ekki náttúrulega fyrir 20-30 árum seinna að þeir settu meðvitað vírus í bóluefni, þess að þeir stoppuðu ekki dreifing á bóluefninu þótt þeir vissu að í bóluefninu var vírus sem ylli krabbameini. Hver græðir mest á krabbameini? Það eru sömu lyfjarisarnir og framleiða bóluefnin. Og við vitum það bara í mannkyns sögun að þú vilt aldrei láta svona hagsmuni renna saman á eina hendi. Að þeir sem að dæla bóluefnum beint í æð á börnum og fullorðnum, að þeir eru líka að selja meðferðir við alls konar sjúkdómum sem hafa vaxið 3000% eða 5000%. Það er bara alveg ótrúlegt. Og það sem er svo merkilegt, að allir þessi nýju sjúkdómar eru svona taugasjúkdómar og eða svona athyglisbrestur, þetta er svona allt tengt heilanum og frumum heilans og það er svo eftirtektavert að í öllum þessum bóluefnum og þeir sem hafa rannsaka bóluefnin, ekki þeir sem í mafíunni heldur hinir, að þeir eru að tala að það er fullt af efnum í þessum bóluefnum sem valda taugaveiki í taugakerfinu. Og þá kem ég líka yfir í erfðabreyttamatinn. Já, að í bóluefnum eru efni sem að vita að valda taugasjúkdómum, alls konar, ADHD eða athyglisbrest og allt þetta dæmi. Og þessi bóluefni valda krabbameini, segja þessir vísindamenn. Og það er svo merkilegt að það sama, það eru taugasjúkdómar og bóluefni sem eru áhættufaktor í þessum bóluefnum og líka í erfðabreyttum mat. Það er, og þessar rannsóknir sem hafa verið gerðar til dæmis fyrir erfðabreytta mat, eru bara, það eru teknar mýs, þær eru settar í tilraunabúr og þær eru rannsakaðar bara í 3 vikur eða 5 vikur. Og sagt, já, ekkert krabbamein kom fram á 5 vikur, reyndar hafa menn sagt, svona whistleblowers hafa sagt að kom, víst, krabbamein strax fram á 3 vikum, en þær mýs voru teknar út úr dæminu. Og þá komum við aftur inn á þennan danska vísindamenn sem eftirlýstur af alþjóðalögreglu yfirvöldum. En það var franskur vísindamaður, mjög virtur, sem að gerði langtíma rannsókn á erfðabreyttum matvælum. Og þá spyrir maður sig, akkur gera stjórnvöld ekki kröfur langtímarannsóknir? Þar gera það almennt ekki. Og hann komst að því að ef þú rannsakar þetta yfir lengri tíma, þá valda þessi erfðabreyttu matvæli alveg gríðarlega miklu krabbameini í músum. Og við sjáum að krabbameinstíðni á Vesturlöndum hefur farið upp úr öllu normi undanfarin ár. Og þessar rannsóknir eru svolítið eins og ef þú fellur fram af þakinu á 15. hæð á einhverju húsi og vísindamenn rannsaka hvort að hvort að skaði heilsuna falla fram af 15 hæða háhýsi og síðan rannsaka, hann komin niður á 12. hæð og það allt í fínra lagi með rannsóknar, niðurstaða rannsóknarinnar að á 12. hæð er allt í lagi með einstaklingi. Þannig að við metum það þannig að það sé fullkomlega hættulaust að stökkva fram að 15 hæða húsum. Og þannig eru þau búin að fá fjöldan allara að rannsóknar viðfangsefnu sem hafa hoppað fram að 15. hæð og það er bara mælt niður á 12. hæð. Og svo síðan vitum við náttúrulega þau sem erum ekki búin að kyngja þessu og heimska sér styrkur eins og var í 1984 myndinni. Við sem erum ekki búin að kyngja því sjáum náttúrulega á jörðinni fyrir neðan, á gangstéttinni fyrir neðan þessa byggingu líkin í einni stóri klessu. Og maður hlýtur að fara að spurja sig
hvers vegna svona rosalega mikil áhersla á að koma þessum efnum í blóðrás barnanna okkar. Og þá talað þetta hjarðónæmi, ef að hjörðin ónæm þá útrýmast þessa vírusir eða bakteríur, þessi sjúkdómar. En þetta stenst ekki heldur skoðun. Þeir eru að halda því fram að heimurinn þannig að fólk ferðast frá hægri til vinstri út allan heim, þannig að það þýðir að það útrýma vírusunum á heimsvísu. Og það ekki að gerast, þannig að það skiptir rauningu máli hvort allir bólusetja sig ekki. Það ekki satt. Það stenst ekki skoðun. Og fyrir utan það eru þau börn sem eru bólusett við sjúkdómnum eiga á væntanlega ekki að fá hann. Sem þýðir að þeir sem eru bólusettir það reyndar hafa komið fram rannsóknir sem að sýna að það miklu hærra hlutfall af bólusettum börnum sem veikjast af sjúkdómnum heldur en þau sem eru ekki bólusett. Og þá komum við inn á annan samnefnara í þessum bóluefnum og erfðabreytta mat að bæði og flúorið í vatninu, og það mikið eiturefnin sem kom í vatninu líka, og chemtrails, þar barium og aluminium, að þetta allt sama markmið að heila deyða fólk, þessi efni eyðileggja heilabúið í fólki. Og það spreyjað í heimninum, það spreyjað það kemur í gegnum matinn, það kemur í gegnum vatnið og í gegnum bóluefnin, að þetta virðist allt stefnað sama markmiði. Þannig að maður hlýtur að spyrja sig hvað í gangi? Af hverju verið að dæla þessu öllu í kringum mannfólki? Og svo hlýtur maður að spyrja sig, þessi rit og skýrslur og yfirlýst markmið þessa fólk sem á þessi fyrirtæki, fólki sem á einkaleyfið á chemtrail aðferðunum, hvernig þú spreyjar yfir fólki sem á öll þessi lyfjafyrirtæki, á öll þessi matvælafyrirtæki og erfðabætandi fyrirtæki og eiga reyndar alla stjórnmálaflokka heimsins og stjórnmálamenn, ef við förum út í það, og eiga alla seðlabanka heimsins og eiga þetta allt saman, allt þetta drasl. Að þetta sama fólk hefur lýst því yfir að það vilji fækka useless eaters and breathers. Fólk sem gjörsamlega gagnslaust en gerir ekkert annað en að eyða súrefni og borða eitthvað mat. Að þeir hafa lýst því yfir að þeir vilja eyða þessu fólki. Og það alveg ótrúlegt að sjá agenta þessara afla, þessara New World Order afla, ef við kallum það, hvað við viljum kalla það. Þessir agentar á Íslandi birtast sem einhverju vísindamenn í háskólanum. Það eru fjölmiðlamenn sem skrifa þvílíka greinar að maður bara að byrja á þetta fólk ekki heim í fangelsi fyrir svona munnsöfnuð. Og þegar að farið verður yfir þetta í framtíðinni, þegar að plottið kemst upp, þegar að næstu Núremberg réttarhöldin verða haldin, þá tel ég rétt að almenningur eiga muna eftir nöfnum þessa fólks sem að stunda þessa starfsemi í dag. Ég tel mjög mikilvægt að þessir vísindamenn, svokölluð blaðamenn, eða hvað þú vilt kalla þetta lið, að það verði dregið til ábyrgðar á einhverjum tímapunkti þegar mannkynið vaknar af sínum dvala, nema þeim hafi heppnast fullkomlega að heila eyðileggja mannkyn, sem að getur svo sem líka verið.